Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 2. ágúst, 9. sunnudag eftir þrenningarhátíð er þema dagsins Gjafir andans, góðir ráðsmenn. Í lexíunni sem ég tala út frá skrifar Jeremía. Orð drottins kom til mín og hann skrifar að drottin snerti munn hans og gaf honum orð að mæla. Í pistlunum skrifar Páll, vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Og í Guðspjallinu fjallar dæmisaga Jesú trúa og ótrúa þjóna. En við skulum byrja stundina eins og alltaf á því að signa okkur í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Já, heyrum hvaða boðskap lexían færir okkur en hún úr Jeremía 1. kafla. Orð drottins kom til mín. Áður en ég mótaði þig í móðurlífi valdi ég þig. Áður en þú fæddist helgaði ég þig og ákvað að þú yrðir spámaður fyrir þjóðirnar. Ég svaraði drottinn minn og Guð, ég er ekki fær að tala því ég er enn svo ungur. Þá sagði drottinn við mig, segðu ekki ég er enn svo ungur. Þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvaðeina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég er með þér til að bjarga þér, segir drottinn. Síðan rétti drottinn út hönd sína, snerti munn minn og sagði við mig, hér með legg ég orð mín þér í munn. Ég veiti þér valdi við þjóðum og ríkjum til að uppræta og rífa niður, til að eyða og umturna, til að byggja upp og gróðursetja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Já, lexían í dag segir frá köllun Jeremía. Þó Guð hafi valið hann og helgað strax þegar hann var í móðurlífi, þá reyndi Jeremía að þráast við. Hlutverk spámans var að fræða þjóðina með réttum boðskap og fá fólk til að snúa sér til Guðs. Guð sagði við hann, þú skalt fara hvert sem ég sendi þig og boða hvaðeina sem ég fel þér. Þú skalt ekki óttast þá því að ég er með þér til að bjarga þér. Hlutverk spámannsins var ekki ólíkt hlutverki hins hygna og trúa ráðsmanns sem Jesús segir frá í Guðspjallinu. Hann átti að vera sá sem hann nærði sálirnar á boðskap og fyrirheitum Guðs á réttum tíma. Það að segja, hann átti að rétta stefnuna þegar söfnuðurinn vék af réttri leið. En það er ekki vinsælt að ganga á móti straumnum og flytja boðskap sem fólk vill ekki heyra. Margir hafa í gegnum tíðina misskilið viðvaranir spámannanna. Þegar þeir vöruðu fólk við breytni þeirra og þeir sögðu fyrir hvaða illu afleiðingar kæmu í kjölfarið, þá sér fólk spádóminn sem hótun gjörðir Guðs. Það sér Guð sem Guð hefndar og reiði. Það sér ekki að sá sem afneitar Guði getur ekki ætlast til að Guð verndi hann. Þegar Guði er hafnað þá dregur hann sig frá viðkomandi. Ég hef oft heyrt fólk segja að Guð leyfi illu að gerast. Það er auðvitað ekki rétt því að Guð er Guð kærleikans og kærleikur hans er svo mikill að hann gaf okkur frjálst val. Við veljum á hvaða vegi við göngum. Þetta er spurning ráðsmennsku og þjónustu sem er leidd og nærð með gjöfum andans. Jeremía var uppi 600 árum fyrir Krist. Hann var frá Anatót, litlu þorpi það bil 3 mílur frá Jerúsalem.
Faðir hans Hilkía var prestur. Jeremía var því án afa mótaður af strangri trú í uppvextinum. Prestskapur gekk í erfðir en Guð hafði aðrar áætlanir fyrir Jeremía en að standa við altarið. Hann var mjög ungur þegar Guð kallaði hann til starfa á einum mesta reynslutíma þjóðar Guðs. Við eigum orðatiltæki sem segir að vegir Guðs séu órannsakanlegir. Því Guð velur oft hinn ólíklegasta til erfiðra starfa. Guð valdi hinn unga og reynslulausa Jeremía, sem taldi sjálfan sig fyrst og fremst vera of ungan til að þjóna Guði. En Guð þarf ekki reynslu manna. Hann þarf spámann sem fer hvert sem Guð sendir hann og boðar hvað sem Guð felur honum. Hlutverk spámanns var sama og presta nútímans að flytja boðskap Guðs áfram, sannan og réttan, án fagurgala og án þess að sleppa þeim hluta sem óþægilegur eða setur hlustandanum afar kosti til að breyta lífi sínu. Jeremía fékk ekki að giftast. Hann þurfti að þola ofsóknir, fangelsanir og mætti mikilli andstöðu frá samtímamönnum sínum vegna boðskaparins sem hann flutti frá Guði. En hann lét ekki deigan síga. Eftir að hafa verið hústríktur í gapastokki í einu af hliðum Jerúsalemborgar gaf Jeremía þennan vitnisburð. Drottinn stendur með mér eins og voldug hetja, þess vegna hrasa þeir sem ofsækja mig og sigra ekki. Þeir gera sjálfum sér hneisu því þeir erfiða án árangurs baka sér ævarandi smán sem aldrei gleymist. Jeremía tók það mjög nærri sér að þjóðin vildi ekki hlusta á viðvaranir hans vegna skurðgoðadýrkunar og óhlýðni við lög Guðs. Og svo varð að þjóðin sem hlustaði ekki var á hans líftíma herleidd til Babýlonar og Jeremía sjálfur endaði líf sitt í útlegð í Egyptalandi. Þegar Guð kallaði Jeremía reyndi hann að afsaka sig með ungum aldri, reynsluleysi og vanmætti til að tala fyrir framan fólk. Ég vildi óska að ég hefði svarað kalli Guðs fyrr, verið yngri þegar ég fór í guðfræðina og gæti þjóna Guði í lengri tíma. En nú verð ég að nýta sem best þann tíma sem ég hef. Guð valdi Jeremía þegar hann var enn í móðurlífi og í Efesusbréfinu segir: Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Í dag liggur þjónusta okkar í samfélaginu við Guð og kærleiksríkum samskiptum við náungan. Í stuttu máli sagt að hafa tíma fyrir Guð, rækta trúna á Guð og leyfa anda Guðs að vinna í okkur svo við endurvörpum kærleika Guðs út í samfélagið. Já, þema dagsins gjafir andans góðir ráðsmenn. Við erum ráðsmenn yfir eigin lífi og ákvörðunum og í ritningunni öllum kristnum mönnum líkt við þjóna. Hver þjónn ber síðan ábyrgð á andlegu sambandi sínu við Guð eins og kemur fram í dæmisögu Jesú í Guðspjallinu sem trúa og ótrúa þjóna. Ráðsmenn, leiðtogar hafa meiri ábyrgð.
Trúr ráðsmaður er lifandi fyrirmynd og leiðir aðra til Guðs. En táknmynd hins ótrúa ráðsmanns gæti verið ádeila á farisejana í samtíma Jesú eða ádeila á alla þá sem hafna honum í þessum heimi. Sem þjónar Guðs erum við fyrirmyndir. Orð okkar og gerðir hafa áhrif út í nær samfélagið. Í postulasögunni varar Páll við ótrúum ráðsmönnum. Hann segir þá flytja rangsnúnar kenningar. Síðan það þeir sem gefa ekki skammtinn á réttum tíma eins og Jesús orðaði það í Guðspjallinu. Það eru þeir sem seðja ekki hungur safnaðarins. Jesús valdi sína lærisveina líkt og Guð valdi sína spámenn. Gæði þjónustu þeirra fólst í því að vita vilja Guðs og framkvæma í samræmi við það. Það felst mikil ábyrgð í að boða orð Guðs hreint og ómengað til allra sem eyru hafa og vilja heyra, eins og Jesús orðaði það. Trúin er persónleg ákvörðun og í pistlinu skrifar Páll að við eigum að hegða okkur í samræmi við trú okkar. Við erum börn ljóssins, börn ljós heimsins og ávöxtur ljóssins er góðvild, réttlæti og sannleikur. Því ekkert gott hlýst af því sem að þolir ekki birtu sannleikans. Og pistillinn endar á því að Páll skrifar: vakna þú sem sefur og rís upp frá dauðum og þá mun Kristur lýsa þér. Í Jesaja segir að andi Drottins sé andi speki, skilnings, visku, máttar, þekkingar og guðsótta. Og í Rómverjabréfinu segir Páll að þeir sem stjórnist af anda Guðs hafi hugan við það sem að Guð vill. Því höfum við fengið þann anda sem gerir okkur að barni Guðs. Með anda Guðs innra með okkur erum við breyttar manneskjur því andinn auðgar okkur með speki sinni, visku og þekkingu. Og við þiggjum þessar gjafir frá Guði þegar við tökum við trúnni. Heilagur andi er hinn þögla en styrka stoð í lífi okkar. Já, þemað í dag er gjafir andans góðir ráðsmenn. Trúin lýsir afstöð okkar til Guðs. Ef þeir sem telja sig ekki hafa tíma fyrir Guð, aðeins vissu að það nægir að eiga Guð í hjartanu, tala við hann í huganum, leyfa honum að leiða sig, halda andlegu sambandi við hann og játa staðfastlega trúna á hann. Þá sæju menn að það er ekki flókið að fylgja Guði. Bara að allir vissu að ef við trúum á Guð og tilbiðjum hann, þá höfum við svara kröfunni trú á stærð við hins mesta. Trú á við mustardskorn. Það er allt sem Guð biður og okkar velferð byggist ekki á okkar áliti, heldur á því hvað nægir Guði. Heimurinn horfir hins vegar öðrum augum á þá sem eru kristnir. Kristnir menn fá yfirleitt harðari dóm hjá almenningi en þeir sem eru það ekki. Því það fylgifiskur trúarinnar að þjónar Guðs verða fyrirmyndir og það er meira krafist af þeim af samfélaginu. Sannarlega eigum við að vera ljós í myrkri heimsins og þar gefa gjafir andans okkur kjark til að framfylgja málum af réttvísi og afhjúpa myrkraverk. En við erum líka venjulegt fólk. Jeremía spámaður gekk á móti straumnum í sinni samtíð og ávítti þjóð Guðs fyrir skurðgoðadýrkun.
Hann sagði fyrir að landið yrði herleitt, en enginn hlustaði. Hlustum á Guðs orð. Við skiptum öll máli. Við erum eins og vatnsdropinn. Einn og sér áorkar hann litlu, en margir saman mynda stórt haf, mikla orku og getur unnið stórvirki. Þess vegna veljum við Drottinn Guð sem okkar Herra og þjónum honum einum. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.